Heyrðu, hvað að byrja að gera? Gaman að fá því heimsókn. Já, þakka þér fyrir að bjóða mér. Mjög gaman. Skemmtileg þættir og bara heiður að vera hérna. Já, þakka þér fyrir. Gaman að fá því heimsókn. Ég held að ég hef síðast ekki viðtal við þig á Skjá 1. Já, ég var einmitt að hugsa til þess þegar ég var að keyra til þín hingað. Þá var ég einmitt að hugsa það þegar ég sagði söguna þegar ég var að syngja fyrir Putin. Rétt, við þurfum að fá hann aftur. Já, það var kannski ekkert merkilegt að vera að syngja fyrir eitthvað fólk, sko. En það sem var merkilegt þegar var leiðin að því að fara að syngja. Það var, sko, ég held ég að fara í gegnum ykkur á 50 dýr. 50 dýr? Og mér var að fara að ansi, sko. Ég var að fara að líða ansi illa, sko, svona þegar ég var búin að fara helmingin og ég held þetta hafi örugglega verið 50 dýr og það var, sko, þegar fór inn eina dyr hún lokuð og læst, svo önnur en þetta var svolítið óþægilegt, sko. Þú fengið innlokkunarkennd? Já, ég fekk innlokkunarkennd, en ég hélt róminni að því ég var nú með einhverjum íslendingum og svona fólki sem ég er svona þokkalega treysti, sko. Hvar var þetta og hvernig kom þetta til? Moskvu. Það er Moskvu, já. Og hvernig kom þetta til? Ég man það ekki alveg, þetta var eitthvað að vegum vina minns Gísla Guðmundssonar. Við fórum til, það var þetta var svona, við fórum þetta var árið 2007 sem þetta var. Já, þegar allt var í blúsandi svingi. Já, myndi segja það og þá held ég með minnir að Putin hafi verið forsætisráðherra. Það var ekki forseti, sko. Nei. Og söngstu fyrir kallinn? Já, ég söng fyrir hann og á svona fullt af öðrum görlum. Og ég held ég að minnir mig að hafa sagt þig frá því að það var svolítið fyndið að ég var nú með dálítið mikið hjartslátt nógu kvíðin fyrir. En ég söng hérna fyrir þá My Way og það var svolítið fyndið þegar voru allir svona og svo kom svona brosa og hérna þá fórum við aðeins að létta hendurnar hafa farið frá já, þetta var svona menn að aðeins að opna sig, sko. En þetta var mjög skemmtilegt. Geggjað, ertu, sko, þú ert að segja með þú hefur líka verið að syngja í, að því konaðinu er náttúrulega frá Kólumbíu. Já. Þú ert búin að syngja víða? Já, ef ég tek öll lönd til saman sem ég hef sungið, þá er það orðið ansi mörg sem ég hef komið fram og sungið. Kólumbíu er nú eitt af merkilegustu löndur sem ég hef komið til og ég er afskaplega stoltur af konunni minni sem er kólumbísk og ég er búin að vera dálítið í Kólumbíu og séð hluti þar sem eru náttúrulega bæði magnaðir, þannig það er svona öll flóran, þú getur eiginlega séð að það sem manni myndi geta ímyndað sér verið það hræðilegast og séð eitthvað sem er algjörlega það flottast sem þú getur séð. Já, hefur þú verið mest í Bogotá? Já, ég verið mest í Bogotá. Það heist þetta Bogotá. Bogotá. Já, og já, þar er fjölskylda konu minnar, hún er búsett þar, sko. Þannig að það hefur verið mjög ánægilegt og skemmtilegt og ég söng á kvikmyndahátíðinni fyrir þá í Kólumbíu. Söng í beinni útsendingu og í sjónvarpinu og svo var ég sendið með sjúkrabíl með háfjallaveiki eftir að hafa verið búin að taka háa sig þannig að þetta var svolítið svona þetta var dálítið erfitt, sko. Það er háfjallaveiki og þannig að þegar að fólk fyrir að reyna á sig og komið upp í svona mikla hæð. Já, og ég gerði þau mistök að fara til Cartagena nokkrum dögum áður og kom bara einu degi einu degi undan árun að þessi kvikmyndahátíð var og þegar ég mæti þá náttúrulega þá fer ég einblína það að æfa mig og reyna að halda mér í formi og bara undirbúa mig fyrir þetta var náttúrulega mikið stórt tækifæri fyrir mig og það tókst vel og svo náttúrulega þegar þú ert að reyna svona á þig í svona þunnu lofti að þá fara vöðvarnir í líkamann að beygja mikið súrefni og þannig það bitnaði á hjarta og lungun á mér og ég þurfti að bara fara á spítala. Hvernig því þú ert fyrsti maður sem ég er með í viðtali sem ég fengi háfjallaveiki, ef þú lýsir þess aðeins fyrir okkur. Ég veit snert af því, sko. Snert af því, en hvernig komið þá einkennin fram? Það var bara það, ég gat bara ekki andað og átti bara mjög erfitt með andan á andanum og ég var máttlaus og ég fekk mig höfuðverk. Þannig að þetta var skrítið sjóntruflanir þannig að þetta var mjög einkennilegt og skrítið en ég var í góðum höndum
og ég myndi að segja að heilbrigðiskerfið í Kólumbíu var nú bara með því betra. Já, einmitt, okkur hættir svolítið til að vera búin að ákveða einhverja hlutu önnur lönd, sérstaklega eru fyrir utan Evrópu. Já, og ég myndi nú, ég held að það sé nú þannig að ef maður alltaf að hafa einhverja skoðun á einhverju, þá verður maður, held ég, að vera búin að kynna sér það. Það er betra. Já, og það er alltaf þannig og ég hef náttúrulega ekki farið út allar heim, þannig að ég get ekki sagt hvernig hlutinir eru sem sagt í Kína eða Japan, ég þekki það bara ekki, það er örugglega mjög fínt, en ég lenti í því að þurfa að nota heilbrigðiskerfið í Kólumbíu. Bæði vegna þess að ég er náttúrulega mikil kvíðasjúklingur og þarf að mæta til læknis út af því, þurfti að nota það og svo fekk ég þessa þjónustu í Kólumbíu sem var að mínum mati mögnuð, bara hvernig ég var þjónustar og rannsakaður. Þegar þú lendir í sann eftir tónleikana? Já. Og er þá verið að ganga úr skuggum að það sé ekkert annað að þér? Já, hann var að ganga, læknirinn vildi ganga úr skugga, ég var ekki að fá hjartaáfall eða eitthvað þess áttar og ég var bara rannsakaður og þeir vildu gera það vegna þess að þetta voru svolítið svona hvöss einkenni. Já, og varst í langan tíma það? Já, ég held ég að var spítalum 1,5 sólarhring. Já, ok. Já. Og hvernig virkar þetta eins og í Kólumbíu? Er þetta dýrt eða? Nei, ég þurfti ekki að borga mikið. Nei. Þannig að þetta er ekki eins og í Bandaríkjunum? Nei, það er nefnilega, á þess að ég sé alveg viss það, ég verður bara þá að segja að það getur komið það fram á texta þáttarins, að ég held að það sé að fólk borgi sjúkrasamlög í Kólumbíu. Já, byrju hvernig virkar það þá? Já, eins og var hér einu sinni, sko. Sjúkrasamlög, þannig að þetta gengur svona þokkalega fyrir sig. Þú getur alltaf að fara á enga spítala og svo ertu með svona spítala sem eru fyrir almenning, og eini munur kannski skils mér, kona mín hefur sagt að það sé eiginlega bara biðtíminn. Þannig að ef þú ferð og notar heilbrigðiskerfið og ert að greiða fyrir það, þá tekur allt miklu styttri tíma, en ef þú ert að fara bara sem í svona almenningsspítala, það sem að nána sömu læknarnir eru að vinna, eru að vinna á báðum spítulum, þá er þjónustan alveg góð, en það getur tekið eitthvað nákvæminn tíma, en það sem ég tók eftir sem var náttúrulega magna að mér finnst Kólumbíumenn, þetta er óbúslega gott fólk, og ég fann það sérstaklega þegar ég var úti hvað var verið að reyna að taka alltaf vel á móti með hversin ég kom vegna þess að vissu það að ég væri náttúrulega útlendingur. Já, náttúrulega ljósherður og... Já, og bara hvernig þau tók á móti mér. Og þegar þú fer inn í búður og svona þá segja allir góðan daginn við þig og þegar þú ert að vesla og borga á kassan og þá er kona að setja í pókana og það er allir brosandi. Þetta er svolítið svona þannig samfélag. Miða við líka það að það eru margir erfiðleikar þarna og það er margt mjög, mjög flókið í Kólumbíu. Sérstaklega náttúrulega vegna þess að það er líka, maður ekki gleyma því þó sem að tala svona Kólumbíu, þá er náttúrulega líka svona dökkar hliðar eins og með fátækt og annað, sem er náttúrulega... Er það þá þú sagðir að maður getur sér hræðilega hluti, er það þá eins og útkverfunum eða fátækrahverfunum í stórborgunum? Já, það er náttúrulega, það er dálítið sorglegt að segja frá því að þegar maður er til þess að keyra, að þá, getur lent í því að þú ert kannski að keyra fram hjá fólki sem er látið, sem áttur að sækja. Og ég man til þess að því það er svo mikil traffík. Það er ekki hægt að deyja bílsleysi í Bogotá því það er svo mikið traffík það er ekki að þú getur ekki keyrt hratt. Maður er ekki nefnur hraða til að búta. Nei, það var nú gott fyrir mig að ég keyri alltaf svo hægt að segja þér Okay. Þannig að það sem ég tekur eftir að þegar ég var að keyra allir með á þessum brautum þar sem þú ert að fara inn í þitt kerfi og þá er náttúrulega eru svona garðar á milli akreina. Og þar sér maður suma bara tjalda búa til að bara búa í pappakorsu með svarta ruslapóka og það er verið að gera og lifa þar. Þannig er fátæktin, Einmitt. Þannig það er alveg rosalega, það er sorglegt að sjá það, og sjá það. En þeir eru að vinna hörðum höndum, held ég, í því að reyna að bæta bæði ímynd landsins og hugsa líka bara fólki sem er búið fátt og þeir eru búin að berjast gegn atvinnuleysi og það sem þeir hafa verið að gera í Kólumbíu, það er að þetta er náttúrulega eitt ríkasta land hvað varðar ávexti
grammeti og alls konar svona hluti sem náttúrulega, sem að jörðin gefur á sér og þeir greinlega kunna meta á það hugsa vel þetta avokado, besta avokado í heiminum í Kólumbíu æðislegt okay. og það sem í þessu svolítið magnað að þú ferð á einhvern ákveðin stað í Bogotá þar sem þú sækir þér kerru og þetta fyrir fólki sem atvinnulaust kerran full af grammeti, ávöxtum, drykkjum og þú fer með þetta og þeir eru útluta ákveðið svæði og þú selur þetta. Þetta selst allt upp að þetta allt ferst og fólk sem á götunum að keyra, hann stoppa bílinn, hann kemur og kaupir þetta og það sem þú gerir, þú kemur svo daginn eftir og borgar 1/4 til ríkisins og 8 restina. Já, hjá þeim sem að selja þetta. Já, þannig ef að þú ef þú kemur ekki aftur þá skiptir ekki máli en flesti vilja náttúrulega bara fá tekjur svo náttúrulega annað sem svo frábært í þessu landi að þeir eru að framleiða rósir stærst og fallist á rósir sem sé í Kólumbíu og ég fór einu sinni þegar ég var að keyra heim og ætlaði að gleðja konuna mína ég keypti 70 rósir fyrir 30 eurur risa rósir sko og þú getur eftir ímynda hvernig hjónabandi var þá helgi sko þannig að þetta var mjög áhugavert sko já En gaman, þetta einmitt eitt af þeim löndum sem mér langar mest að fara til. Ég og Suður-Ameríka ennþá eftir, sko. Já, en hins vegar myndi ég nú ráðleggja að ef það eitthvað sem að þekkir til og getur farið með, þá er það mjög mikilvægt. Að því maður getur auðveldlega lent í því að lendi að vandræðum. Já. Þannig að maður verður að fara varlega. Sko. Það þó að maður er að fara í röng hverfi og röngum tímum? Eða? Já, það er með þessu sumstaðar í Bogotá, þar sem að það er bannað að stoppa á rauðu ljósu eftir klukkan 10 á kvöldin. Já, ok. Þannig að þú stoppar rauðu ljósa getur þú ekki sekt. Já, að þá er það sko auðvitað átt að stoppa ef það er umferð. En ef það er ekki umferð og þú sérð sko það er komið rautt og það er ekki bíl, þá hægir bara á þér, kannar aðstæður, en stoppar ekki bílinn. Er það þá því að það er einhver... Já, það er hugsaður þetta þá er eitthvað glæpagengi sem að hugsaðlega getur komið heimsókn. En því allir sem ég þekki sem hefa farið til Kólumbíu og þú getur þá væntanlega tekið undir það að segja þetta sé alveg dásanlegt land og gott að vera, en við erum ennþá dálítið mengu af þessari eitulífi á glæpa ímynd sko. Já, sko Kólumbíumenn eru eiginlega alltaf að vinna í sinni ímynd og ég held að þeir eru alltaf að reyna að sanna og sýna það eina rétta í þeirra samfélagi. Þeirra samfélagi er svo miklu meira heldur en þetta. Sko. Akkurat. Þannig er þetta bara að tala um einn mann sem var til vandræða og til stórvandræða. En það breytir ekki þessari hugsun og þessari frábæru þjóð sem hefur lagt sitt að mörkum til þess að bæta ímynd sína og eru alltaf að gera. Til dæmis eins og ég nefndi hér upp á viðtalsins þeir eru að koma, hvernig eru að taka móti manni. Þeir eru bara að segja mig vertu velkomin. Svona eru við og við viljum bjóða velkomin og við viljum hjálpa þér og þjónusta þér. En það er alveg áhugavert hvernig sko heilin í manni virkar, því maður tekur við upplýsingum og fjölmiðlum og fjölmiðlar eðlumálsins samkvæmt ekkert mikið að segja frá því sem svona bara jákvætt og daglegt líf. Já, þannig að það verður að síðan er að gera seríur Pablo Escobar og Narcos og þá verður það kannski ósjálfrátt ímyndiðin af landinu sem síðan alveg kolröng og skökk. Já, þess vegna segi ég alltaf, ég reyni aldrei að hafa neina skoðanir á neinum nema ég hafi bara hreinlega upplifað það. Og það er misjafnt. Til dæmis eins og þegar ég fór fyrsta skipti til Kólumbíu, þá ákvað ég fyrirfram að ég skildi ekki verið með einhverja fyrirfram skoðanir eða væntingar. Heldur ég leyfi þessu bara einhvern veginn að koma tíminn eins og það kemur. Og þegar ég lenti á flugvellinum, þá var það sem er mjög minnistætt, þegar ég var að kynna konunni minni, að þá var það öll fjölskylda sem kom og tók á móti á flugvellinum. Allir brosandi að taka á móti mér. Kekjað. Já, og þetta er alveg magnað og svo náttúrulega kona mér, hún var með, kona vinna í henni sem að sá að elda og þrífa og gera allt og hver einasta mótni var bara morgunverða hlaðborð og svo var bara hádegisverða hlaðborð og svo var bara kvöldverða hlaðborð og ég með það bara hugsaði að þetta er náttúrulega alveg ótrúlega sko. En náttúrulega svo er náttúrulega verðlag allt öðru vísi sko. Það er allt öðru vísi nema þú vinnir í banka eða einhverjum svona. Það er mjög lágt verðlag. Já, og það er annað sem að mér finnst að við ættum kannski að taka upp hérna, eða ættum að skoða, sem að mér finnst svolítið magnað, af því það er í raun og veru alls þar,
það skiptir ekki máli hversu mikið pening þú fær útborgað, það spurning hvernig þú fer með peningin og hvernig verðlag verðlag náttúrulega miklu lægra heldur en hér en ég fór með konunum minni, við fórum kannski 2 í mánuði að kaupa í matinn og við fylltum bara matarkörfum, við vorum að kaupa fyrir mánuði, við vorum að kaupa kjöt kaupa fisk þú getur keypt norskan, íslenskan fisk þú getur keypt allt, ég keypti íslenskt vatn og ég bara keypt fyrir mánuðin og þetta kostaði $100 kaupa fyrir heila mánuð? Já, okay. En svo þegar ég var að koma á kassan þá sagði konan, viltu borga þetta á 1, 2 og 3 mánuðum? Það svoleið? Já. Þá getur þú skipt, þegar þú ferð á versla, þá getur þú skipt þessari þessari verslunumferð í 3. Þannig mér finnst þetta svolítið áhugavert að því að mataverð á Íslandi hátt og í raun og veru miklu hærra heldur en verðlagið, þess að heldur en kannski launin já, á þess að ég sé ykkur sérstökur snillingur í því, sko. En þetta bara svona hlutur sem maður hefur verið að hugsa til og eitt af því sem skiptir náttúrulega máli, við getum ekki lifa nema við fáum að borða. Það svoleiðis. Já, það bara þannig. En þú sagðir áðan að þú myndir yfirleitt ekki skoðun nema og hafi kynntir hlutina. Já. Og einmitt sagðir frammi líka að þú talaðir ekki neikvætt fólk. Nei. Er þetta eitthvað sem hefur alltaf verið eða þurftir að æfa því í þessu? Nei, ég held að ég man alltaf pabbi mér var alltaf að segja við mig og aldrei að tala lítið neinn. Og aldrei að stríða neinum, aldrei að tala niður til þeirra sem að minna mega sín. Þetta var bara það sem ég fekk þegar ég var yngri. Og ég veit ekki hvort að ég hef eitthvað tað með mér þetta eða ég bara hef ekki áhuga því að vera upp á kant við fólk. Nei. Og ég segi sérstaklega búin svona litlu landi ef að ég hefði til dæmis ykkur tíman sett út á þig þegar þú fjölmiðlamaður og hefur sagt ýmislegt sem þú hefur verið að tala og eðlilega en ég trúi því ekki ég trúi því að þú ert alltaf að reyna að gera þitt besta en ef að ég fer svo að gagnrýna þig það hvað þú ert að segja þá ferð þú að gagnrýna mig þá myndur ekki hafa áhuga því að fá mig í þáttinu sinni, skilur að ég hefði einhvern tíma verið að gagnrýna þig. Ég held að við þurfum ég hef það fyrir reglu. Nú er ég giftur maður, ég hef yndislega fallega 4 ára gamla dóttur og eina sem að ég vil í lífinu er það að ég vil skila henni út í samfélagið sem heilbrigðum og sterkum einstaklingi óháð því hvort hún sé kona eða karlmaður. Hún á alveg, ég alltaf segja við hann, þú ert alltaf saman rétt og allir aðrir, þú getur gert allt sem þið langar til og þú ætti ekki rátt að nokkuð með að segja hvað þú getur gert og hvað þú getur ekki gert, þú getur gert allt. Algjörlega. Já. Og þetta er eina áhugamál mitt í dag, að það er að ég vil skila henni út í lífið sem góðum og sterkum einstaklingi. Það er bara það sem að, og ég þakka bara Guði fyrir þessa eindislegu stúlku sem að kom inn í líf mitt. En þú, einmitt, ég hef alveg tekið eftir þessu alveg frá því ég kynntist þig fyrst að þú það er ekki þetta að finna einhvern sem segir að þú hafi verið að tala illum einhvern með eitthvað svoleiðis, þú ert bara ekkert í því. Nei, ég bara ekki í því. En samt kom tímabil þar sem að svona var kannski svona á Twitter og svona stöðum þar sem er stundu verið að gera grína fólki, þá var verið að atast alltaf mikið í þér. Já, ég meina, maður tekur bara því, ef að ég kýs að vera í músík ég opinber persóna, þá var ég náttúrulega að sætta mig við það að þetta er bara hluti af starfinu að vera gagnrýndur. Þetta er líka, þessir aðalar eru í raun og veru markaðsmenn manns. Þeir eru að hjálpa manni. Það er hárrétt. Já, þannig að það er ekkert að vera að setja út á það. Og ég segi, segja hvað sem er mig bara frá lengi sem það er satt, Það er gætið svolítið, ég held að það sé svolítið mikið atriði, Já, það er góða punktur. En ég hræðist ekki það sem að fólk segir mann. Nei. Ég hef engar áhyggjur af því. Mér gæti ekki verið meira sama. Ég oft lenti því, þegar ég hitt fólk. Ég fór að syngja fyrir konu og það veitur svo til að dóttir hennar vildi að ég dóttir hennar vildi að ég kæmi og syngja í brúðkaupinu sinu. Okay. En mamman er bara, hún gæti ekki, ég bara þóla hann ekki. Okay. Hún sagði mér þetta seinna. Svo var það þannig að þegar ég fór og söng í brúðkaupinu og sló í gegn, eins og alltaf,
eins og alltaf, sjálfsög svo fyrir ég að tala við þessa fallegu konu og þá segir hún mér, veistu það Geir, ég ætla bara að biðja afsökunar, mér finnst þú bara frábær, ég þoldi þig ekki, nú elska ég þig og þá myndi ég nú segja að þetta var eitt af því sem maður lærir að maður getur ekki verið að dæma fólk þó þú sjáir það en þú getur ekki dæmt að finna að þú þekkir það er svoleiðis það er aldrei mikið þannig það er svoleiðis, og náttúrulega á endanum kannski það sem skiptir máli hvernig tala fólk þið sem þekkir þig það er náttúrulega grundvallaratriði og en þannig að veist, ég er ekki snillingur með verður á þessu öllum öðrum sko, en ég held að besta sem maður gerir það er að reyna að vera að forðast fólk eins mikið og maður getur býtum nú vel nei, ég meina að vera skilur að vera ekki að óta öllu sínu sko, skoðunum og annað ég held að mér finnst svona mikilvægt að vera bara dálítið ég er meira gaman að vera í músík og koma með eitthvað út fyrir fólki þannig að hafa eitthvað til að hlusta á, njóta en ekki opinbera mig endilega sem persónu sko, ég vil gera það bara heima hjá mér Já, en ég held að sé með rétt að vera það er örugglega meira framboð á skoðunum heldur en eftirspurn Já, en ég mátti ekki miskja, ég er ekkert að móti skoðunum sko, alls ekki og það er margt í heiminu sem gengur á sem að ég er mótfallinn sko ég vil ekki að það sé vera að misnota börn og konur eða bara menn almennt eða koma illa fram í fólk ég bara vildi óska þess að mér kannski svona skoðanir sem eru bara ekki neitt Já, yfirleitt sko en síðan það bara fólk verður náttúrulega að fá að gera þetta eins og það vill Já, svo það líka þannig að sumir hafa þörf fyrir það að vera í svona og það má ekki gera lítið úr því heldur Sagðir áðan á þú erum að tala Háfjallavíkin að þú gleymtu kvíða sem að væri þannig að þú þyrftir að leita læknis það búið að vera þannig lengi? Já, ég nú talað það áður ég er nú búin að vera kvíðasjúklingur frá því ég var 6 ára sko í 40 ár Veistu hvaðan það kemur eða? Nei Ég get ekki lagt neina fingur á það en ég mynda með þetta að vera svolítið ættgengt og því miður þá held ég að það sem að hafi ég flaskað á að ég fekk ekki þá hjálp sem að ég þurfti eða kannski þurfti að fá þegar ég er svona ungur að fá þessu kost sko. Ég er 6 ára gamall, ég fæ fyrsta svona þetta var, mann kalla þetta kvíða sko, en þetta er vanlíðan bæði andleg og líkamleg sko. Og þetta er alveg eitt af því versta sem maður getur fengið og svo fór maður að þróa þetta með sér og þegar maður er bara 6-7 ára gamall þegar átt að fá svona þá náttúrulega eðlilega ruglast þetta aldrei í rýminu sko. Algjörlega. Þannig ég segi ég er nú mjög þakkláttur fyrir það hvað ég er miðað við allt þetta skilur og búin að vera að berjast við þetta en ég er frekar orðið aldrei fullanum þegar ég fer að leita með svo lækninga eða hjálp við þessu sko. Og þá er þetta farið að grassera dálítið svona djúpt í mér og hefur tekið svolítið tíma að vinna bug á þessu. Besta sem kann koma fyrir mig í þessu er það að ég er alltaf að ná því að vera ekki hræddur við þetta. Já, einmitt. Það er grundvað, það er svo mikið atriði sko. Kvíðin við að vera kvíðin? Já, og annað líka sko það sem að gerist hjá mér er það að ég er kannski bara að fara út í bíl og ég er að fara að starta bílnum og maður að keyra þá hellist yfir mig eitthvað og ég bara treysti mig ekki að fara að keyra treysti mig ekki að fara út úr húsi þetta er ótrúlegt sko En þannig er þetta að lýsa þess að því mér finnst kvíði yfir orðin svona svolítið ruslakistu hugtak sem að annað hver maður notar en þú ert þarna að lýsa kvíða sem er á svolítið herra stígi sko Já, ég er í meistaradeildinni sko Það er Champions League Já, það er dálítið mikill munur á því hvort að þú sett eitthvað sérstaklega kvíðin að fara að vinna eitthvað verk eða fara að hitta eitthvað eða þá að fá svona óstjórnlegan kvíða sem er svona eiginlega sjúklegur sko. Og ég hefur náttúrulega á lyfjum út af þessu og það er náttúrulega ég er heppinn, ég er náttúrulega hjá frábæru lækni bara að fá að nefna hann Ólafur Þór Ævarsson sem hefur haft bara eiginlega bara ótrúlega áhrif á mitt líf og hann hefur hjálpað mér ótrúlega mikið og hefur mikið skilning á þessu sjúkdómi þannig að það er mikið, eins og segið, það er mikið munur á því að vera með eitthvað sem er svona, getur verið svona sjúklegt kvíði er alltaf vondur og það er ótrúlega vond til dæmis eins og þegar ég hef vaknað upp á nóttinni svaka kvíða bara hræddur og veit ekki út af hverju þetta er
þetta meira en að segja það sko, ég ekki trættur að fara að koma að hitta þig en ég geti verið hérna núna og tala við þig og fengið svona kvíða þá myndur þú ekki endilega sjá það af því ég svona aðeins farin að höndla það að vinna með þetta en það erfitt. En ert þú þó einn af þessum sem að þessi lyfjaumræða ert þú þó einn af þessum sem myndir segja að lyf hafi bjargað þér eða hjálpað þér mikið? Já, það er ekki spurning sko. Það sem hefur líka hjálpað mér í þessu því það margt jákvætt við það að vera kvíðinn að það ég hef reynt að lifa heilsusamlegu lífi. Einmitt. Það hefur kallað á sumir sem hafa verið að berjast þess sem ég hef verið að gera með. Ég gerði það áður fyrir, þá drakk ég. Það er ekki svakalega gott verkfæri, eða bara mjög lélegt. Nei, þú getur bara gleymt því, sko. Þannig að ég áttaði mig svo á því að ef ég ætla að eiga bara möguleika í því að láta eitthvað verða úr mér, þá yrði ég að hætta að drekka. Og ég tók bara ákvörðun það að ég hætti að drekka og síðan eru liðið rúm 20 ár. Ég hætti að reykja. Og ef einhver hugsa það hvort það sé erfitt að hætta að reykja, þá get ég sagt ég með rosalega góða hugmynd sem ég gerði. Ég laug öllum að ég var hættur að reykja. Þannig þegar ég hitti þig og sagði þið, Sölvi, ég er hættur að reykja. Þá gæti ég ekki dreikt við það sem þú varst. Nei. Svo sagði ég mömmu og pappa og ég var oft að reykja með mömmu. Þá gæti ég ekki dreikt með mömmu. Þannig ég var búin að ljúga út í horn og gat hvergi reykt. Þetta er svona geggjað með. Og svo eitt ég var komin heim og þá var ég ekki búin að reykja allan daginn af því ég var búin að vera að hitta alla sem ég var búin að ljúga yfir hættur að reykja. Svo kom ég bara heim og var að hugsa á ekki að fá mig sígaret núna, ég reynd. Nei, þetta sleppa því. Fór að sofa. Vaknaði daginn eftir. Mér ekki langaði sígaretu síðan. Það er svoleiðis. Já, þetta er ótrúlegt. Þetta er geggjað mér. Ljúga sig í að hætti svo. Já. Ég hef aldrei heyrt þetta. Nei, þetta ég held að margir ætti að reyna þetta. Já, þetta er góð pæling, sko. Já. En því að kvíðan og svona og þetta sem að ég hef aldrei skammast mér heldur fyrir að tala um þetta, sko. Þetta er bara eins og að vera með ónýtt njö eða ónýtta mjaðmir. Já, ónýttan heila, það er maður verður samt að hafa svolítið gaman að já, húmórin er líkilatrið. Það er mjög mikið atrið. Líkilega ónýttan heila. Þetta var gott, maður. Þetta var gott. En hvað, en varst að nota þér áfengi sem, sko, því ég hef aldrei ég sem betur fyrir notað aldrei áfengi til að reyna að leysa einhver mál, sko. Nei, já, ég var náttúrulega það sem að ég var að gera, ég var náttúrulega að reyna að láta mig líða betur. Og með leið betur þegar ég fekk mér að drekka, en svo fór mér að líða jafn illa fullur eins og edrú, sko. Þannig að það komið þangað? Já, þannig að ég var náttúrulega nánast staðdrykkjumaður, sko. Já, það var Bacardi? Já, það Bacardi og kók. Bacardi og kók. Ég hringdi einhvern tíma í umboðið og kvartaði verðlaginn og Bacardi. Það var mér bara sagt þú þarft að leita að hjálpa. Þannig að þetta var svolítið ótrúlegt, sko. Já, geggjað. Já. En allur þessi tími núna sem þú ert þá búin að vera laus við áfengi og svona, þú mæntalega að funda því þú hefur alltaf verið afkastað mikill og gert mikið í músíkinni. Já, þakka fyrir. Ég hef verið alveg ótrúlega heppinn að vinna með alltaf flottu og góðu fólki. Alveg frá því ég byrjaði í bransanum. Þegar ég var 16-17 ára gamall, þá var ég alltaf komin í hljónsveitum mönnum sem voru miklu eldri en ég. En af því ég hafði áhuga því að syngja svona aðeins öðruvísi músík, ég vildi ekki vera poppari, sko. Mér fannst svo margir vera poppar og ég sá enga mun og einu poppar í öðrum poppara. Þóttur hefur náttúrulega verið að gera góða hluti, sko. En ég var svo heppinn að mér langaði að syngja svona semi-jazzmusík, svona Sinatra, Dean Martin og þetta var bara það sem ég ólst upp við og ég hafði áhuga á sig. Fyrir þetta var ég náttúrulega alveg einhverja hluta vegna var ég byrjað svo með að gagnrýna þetta, sko. Og mönnum fannst þetta svolítið skrítið, en þetta var öðruvísi og ef ég gert þetta í Bandaríkjunum þá hefði þetta, sko, slegið í gegn og orðið, sko, eitthvað hjút sem að hefði verið á hverjum sjónvarpsþættinum og fætur öðrur. En það var ekki þannig hérna voru menn innan bransan sem voru að spurja þessa ágætu menn sem að
því miður sömur fallin frá af hverju var að vinna með svona vitleysingi svo mér sko og þetta náttúrulega var dálítið skrítið en það sem að ég gerði var að ég reyndi alltaf að standa við allt sem ég sagði við okay. Já, það var eiginlega það grundvallaratriðið og ég fór að hlusta á þá því að þeir vildu mér vel og til dæmis það að fara að læra og ég fór í söngskóla og ég fór að vinna með hæfileika sem að ég til að Guð hafi gefið mér vinna með þetta. Hver að kenna þér að syngja? Það náttúrulega margir sem að ég hef verið hjá sko, ég hef búin til dæmis svo hérna heima Már Magnússon og svo náttúrulega búin að eiga stórkostlega samstarf með Kristjáni Jóhansinni sem að hérna svona búin að vera minn mentor núna undanfarinn ár. Það hefur verið stór gaman að vinna með honum og bara og koma fram með honum. Svo náttúrulega kynnist ég sko góðsögn í bandarísku tónlistarlífi Don Randy sem að gera það verkum að hlutindi breyttust alveg ótrúlega hjá mér. Allt í nú var ég að fara að vinna með mönnur sem að höfðu unnið með mönnur sem að allir dá og dýrka. Sinatra, Don Randy, ég meina ferillinn hans, náttúrulega hann svo stórfenglegur, var í hljómsveit sem hét The Wrecking Crew sem var bara hljómsveit sem spilaði inn á allar plötur, allra stærstu stjarna í Bandaríkjunum. Og við erum að tala sko Beach Boys, Elvis Presley, við erum að tala Ike and Tina Turner, við erum að tala sko Frank Sinatra, Dean Martin og ég get endalus Phil Spector og það sem svona magnað í þessu að þessi Don Randy hann náttúrulega við einhvern veginn svo skrítið hvernig kemist því verður á milli manna að ég kynnist honum vegna þess að Mjöll, hérna Anna Mjöll sem búsett í Bandaríkjunum hún benti mér á að vegna þess að ég hafði svo mikið áhuga á því að fá Nancy Sinatra til Íslands. Þá var hann á þeim tíma 2004 eða 2005 þá var hann svo kallað svona tónlistarráðgjafi fyrir Nancy Sinatra og hafði lofað hérna Frank Sinatra að hann skildi hugsa dóttur hans eftir hans dag. Þannig að það er þannig sem kemst í kynni við hann? Já, þannig kemst ég í kynni við hann. Svo var það alveg sama hvað við reyndum. Hún vildi aldrei koma til Íslands. Okay. Hún hafði eiginlega engan áhuga á því. Og það er alveg sama hvað við reyndum. Við komum með bréf frá hinum að þessum stjórnmálamann á Íslandi skilur að hafa áhuga að fá hana hinga og það gekk bara ekki. Hún sagði bara alltaf nei, ég bara hef ekki áhuga á þessu. Og hérna, þá segir hann bara mig að herru, þetta bara gengur ekki. Það var nú bara gaman að við myndum bara eitthvað reyna að byrja að vinna sama því ég er svo gaman að þú skulle hafa áhuga á þessari tegund tónlistar. Þannig byrjar okkar samstarf. Og síðan þá eru margar plötur komnar út og það sem að hefur gerst sem að náttúrulega verið algjörlega svo mikill heiður fyrir mig að ég fengið að vinna með bestu músiköndum sem vörður á í heiminum og allir þessi menn sem er að koma hinga til Íslands að spila með mér í Las Vegas Christmas Show ég meina sko það er ekki hægt að vera betri músikantari þeir og þeir hafa sett þessa sýningu á allt annan level heldur en þekkist einfallega vegna þeirra gæði og það hefur bara verið mikill heiður mikill heiður og ég er bara þakkláttur fyrir það og frábært að geta líka bara gefið íslenskur tónlistar áhugamönnum eitthvað sem er öðruvísi. Já, einmitt, því þessi tegunda tónlist, þetta ekki stundu kallað krúnerar eða svona? Jú, en þessi sýning sem ég er með, hún er allt annars eðli, sko, hún er alveg í öllu, hún er alveg frá pop upp í rock, sko. Þannig að við erum með, sko, til dæmis í þessa sýningu eigum við nú þegar yfir 70 lög útsett. Það er málið og vera svo kannski með trommara sem er á lista yfir 10 bestum í heiminum og hann er að taka trommusólu í gamla bíó. Þú bara gleymir því aldrei, þetta er bara, menn, það var eins sem sagði við mig fyrra, trommuleikar sem var að spila okkur í fyrra, hendur Tom Breckland, hann sagði, vistu það ekki þó að trommuna hefði bara verið einn á sviðinu, þá hefði þetta verið flottustu jólatónleikar sem ég var á. Þannig það er svona, ég hef verið heppinn, þó ég hef oft kannski verið gaggríndur, að þá hef ég verið ótrúlega heppinn að alltaf verið að vinna með góðu fólki.
hérna bæði hér heima og úti. En það ekki svolítið, þú segir að það hafa verið heppin að vinna með góðu fólki, býr maður það ekki einhverju litið til sjálfur líka, ef maður jákvæður og góður í samskiptum og fólki finnst gaman að vinna með henni? Jú, en maður má samt ekki vera að gleyma því að vera þakkláttur fyrir það. Algjörlega. Það nú málið og svona, auðvitað getur maður alveg sagt það líka sjálfa sem ég þakkláttur sjálfur mig líka, en maður verður að vera þakkláttur fyrir það frábæra fólk sem er kringum hann. Og til dæmis þeir menn sem ég starfa mest með hérna heima núna eins og Kristján Jómásson, Þóri Baldursson, Vilhjálmur Guðjónsson, Bjarni Sveinbjörnsson og fleiri strákar sem ég er búin að vera að vinna með, sem ég tel vera eitthvað af bestu gæðum sem við getum komist í hér heima á Íslandi. Þannig að þetta er áhugavert og fyrir utan það allar þessar plötur sem ég er búin að vera að vinna með, hugsaður skóla sem maður fer í gegnum þegar maður er í stúdíu að syngja lög. Það er alltaf ný nálgun og maður er alltaf uppgötu eitthvað nýtt. Stundum þegar maður heim er róuna milli lappana, maður er rekinn heima því að maður var bara ekki nógu undirbúinn, þá fer maður heim og æfir sig meira? Já, svo kemur maður daginn eftir og bara rennur í gegn. Af hverju þessi tegund af tónlist? Það er ekki bara þessi tegund af tónlist, ég bara er í alls konar tónlist. Þetta er bara... En það er samt svona eitthvað, fólk tengir þið samt við svona Frank Sinatra og svona þá tegund af tónlist. Þá get ég sagt þér af hverju, af því hún er svo melodíst. Ok. Já. Hún er hljómamikil, melodísk, það er frábærar útsetningar, og ekki gleyma því að bakvið lag er ótrúlega margir hlutir. Til dæmis þú hugsaðar, það er ekki allir sem að kannski skilja það að lag er bara laglína. Svo eru útsetningin í kringum lagið, þar kemur varðandi hljóðfærinu sem eru kringu það. Þú getur spilað Strangers in the Night bara með tríó. Þú getur spilað Strangers in the Night með 100 manna bandi. Þannig að þá kemur að því að útsetningina þurfa alltaf að vera fínar. Þannig að það er allur gangur á þessu. Alveg svo þegar þú ert að æfa óperusöng og þú ert að æfa aríur, þá ertu bara með einu píanista. Svo lendur því að syngja þessa aríu með Sinfóníuhljómsveit Íslands og þá ertu með 100 til 120 manna band. Þannig að það er, og all hljóðfærin að tala saman. Það er svo magnað, Hvernig hefur verið hjá þér að því ég er búin að taka dálítið mikið af tónlistafólki í viðtölu og maður gerir svo ofta ekkert grein fyrir því einn er kannski að halda 3-4 gig í viku að því hann er að spila svo mikið í jarðaförum og brúðköpum og eitthvað svoleiðis, meðan annar er mest bara í stórum tónleikum. Hvernig er þetta búið að vera hjá þér? Já, ég söng í jarðaförinu sinni og maðurinn lifnaði við. Nei, það er allur gangur á því. Ég myndi frekar segja að ég hef verið beðin að syngja í jarðaförum og ég geri það, en ég hef ekki gert mikið af því. Nei, en ég meina kannski þessi litlu gig, hefur verið mikið, það kom tímabili sem hafa mikið verið að biðja að koma mitt í brúðkaup. Já, auðvitað, það á því lifi maður, það er náttúrulega það sem það snýst og eitt að þetta segir að því að ég hitti náttúrulega, ég er nú búin að hitta marga stjörnur, ég er nú búin að syngja með Stevie Wonder og ég er búin að Hvenær söngstu með Stevie Wonder? Ég gerði það 2014 og það var sama tíma og ég hitti Quincy Jones, fór heim til Quincy Jones með Don Randy. Og það var með það sem með svo magna, því að þá eiginlega hætti ég að hugsa allt sem er eitthvað að gerast hér heima, hvað menn er að segja, og með svona mann sem segir við þig, herru, veistu það, þú ert frábær. Og ég ætla að segja þetta, haltu áfram og mundu það, eins og hann sagði við mig á ensku, there are no bad gigs, only bad attitudes. Þetta er gott. Já, þetta sagði við mig og svo spurði ég hann svona í loking að því að þetta var náttúrulega mögnu stund að hitta hann og þá spurði ég hann hvort að hann geti gefið mig ráð hvað ég geti gert til þess að vera góðu músikant og þá sagði hann mundu það tvennt þú verður að trúa á Guð og æfa þig. Trú á Guð og æfa þig. Já. Og það sem maður meinti með þessu er það að trúa á Guð þá er að reyna að bera út eitthvað skona kærleika bera út kærleika til fólks láta því finna að það sé eitthvað svirði að það vilji vinna með þér og eitt af því að verða góðu músikant þá er það svo mikið atriði að reyna að vinna með eins mörgum og þú getur aldrei að segja nei, ég vinn ekki með þessum ég ger ekki þetta með þessum slepp því þú kemur bara með að tapa á því en að segja já og fara og læra því þannig verða menn góðir
Áttu einhver svona eftirminnileg augnablik frá því að þú sagðir já við einhverju sem að hljómaði kannski furðulegt við fyrstu? Nei, ég held að sem miklu frekar þannig að þú spyr aðra hvernig var að fá fyrir mig. Ég held að, neini, það er bara það sem að ég hef eins að því ég var, þegar hann sagði þetta við mig, þá var ég svo meðvitaður um þetta. Og ég er alltaf svo meðvitaður um þetta í dag, að því ég verið svo heppinn að koma músikantar sko, frá Bandaríkjunum að spila með mér í þessari sýningu í Gamla bíó, að fá svo allt í einu sko nýr trompetleikari sem er bara, og ég fyrir að skoða, hann er búin að vera með Phil Collins og hann er búin að vera með Sting og eitthvað besti trompetleikari í heiminum og svo er ég bara að hlusta á hann spila og maður heyri hvernig hann er melodískur og flottur og músikalskur. Þetta er skitt og af hverju er þetta svona? Að jú, þeir voru alltaf að spila með einhverjum sem voru góðir og alltaf að læra. Þannig maður á ekki að vera þó ég myndi ekki, sko, það er ekki til í mig að hata fólk en ef ég hefði ekki einu svona þolað þig þá myndi ég samt koma hingað í viðtal við þig og gefa mér vegna þess að maður lærir að því og maður getur ekki látið skoðuna sínu öðru trufla mann í fagmerk í þessu faglega. Nei, og það ég vona að ég sé einskoða því að þú sagðir áðan að ef þú hefði farið að gaggrina mig og ég hefði gaggrint þig þá hefði ekki boðið þér í þáttinn. Ég vil alveg bjóða, sko, það er eitthvað fólk að núti sem að ég er búin að vera ósamálað eitthvað. Ég er bara velkomin í stólinn samt. Já, ég veist hvað, þetta var það sem ég var nú kannski aðalega að hugsa. Nei, ég skildi. Já, ég var aðalega kannski að hugsa það að vera kannski ekki að meiða fólk með skoðunum sínum. 100%. Já, það er að segja, sko, að ekki vera að gaggrina fólk eða að dæma fólk af því það lendi í einhverju. Það er held ég sé ekki gott. Ég tel mig þekkja þig nógu vel til að vita að þú ert dálítið góður í æðruleysinu. Er það ekki? Ég er reynt að temja mig það. Já. Og það er svona dálítið hluti, ég held að sé mjög mikilvægt að reyna að vera dálítið í núinu. Reynir ekki dálítið á æðruleysið og getur náttúrulega verið í núinu ef þú ert tónlistamaður núna á COVID-tímum? Jú, en þá er maður líka bara að bera virðingu fyrir þessari veru. Hún sést ekki. Við erum konur í 3. heimsstyrjöldina. Við erum að berjast eitthvað sem við sjáum ekki og það er verið, þá líti ég svo á að það sé mjög mikilvægt að hlusta á fagfólk sem er búið að æfa sig í mörg ár við því að takast á við svona vágest og það sem er svo magnað við okkar fagfólk er heima og það byrja að rósa því öll þessu frábæra fólki sem er að vinna í heilbrigðisgeiranum að þegar það hefur verið að segja eitthvað þá hefur það yfirleitt staðist og nú er verið að biðja okkur núna svona á loka metrunum að ég held þessi veira sé, ég hef ekki trú á því að hún ég trúi því að hún sé á niðurleið þá er þess svona því meira sko svo mikið atriði að ég og allir virðu þessar sóttvarna reglur. Algjörlega, en samt er maður einhvern veginn alltaf inn í sér bara jólatónleikarnir sem ég ætla að halda. Já, það er bara mannlegt. Sko. Ég ætla bara að segja að það er ekki nema bara 12 mánuðir í næstu. Þetta líður svo, maður getur ekki hugsað þetta svona. Sko. Nei. En peningalega bara. Jú, auðvitað, það eru allir að tapa á þessu. Það eru allir að tapa á þessu. Það er enginn sem fer í gegnum þetta, held ég, sem getur ekki sagt að hafa ekki eitthvað orðið miður. Einmitt, 100%. Já, ég held það og það er bara eðlilegt. Hvernig er hérna fyrir konuna þín að vera núna, þeir eru bara búsett á Íslandi? Já, það er bara ömurlegt fyrir hana að ekki geta séð fjölskyldunum sína í marga mánuði. Er nú búið að opna Kólumbíu aftur, eða ekki? Jú. Þeir eru, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig staðan er á þessu, en mér skilst hún sér niður, því það er byrjað að opna allt hjá þeim núna. Einmitt. Og það er spurning hvort að, ég er að veltaði fyrir mig hvort að það getur verið að þessi byrgja sem Evrópa er að gera í dag, eigi eftir að fara þangað, að það eftir að koma þriðja byrgjan þar, ég veit náttúrulega ekki hvernig þetta virkar, nei. En það eru allir meðvitaðir það að reyna að gera sitt besta. Og það er allir... En eru þið til dæmis eitthvað búin að ræðum, af því að nú maður svona, ferðalögur er svolítið skrýtnum stað, eru þið eitthvað búin að ræðum hvenær þið getið mögulega að fara næst til Kólumbíu? Já, bara þegar þetta er búið. Þegar þetta er búið bara? Já. Og því miður þá þannig að mér þykir mjög leiðilegt fyrir konuna mín að hún er mikil fjölskyldumanneskja og það er skilur oft henni, þegar hún talar við fjölskylduna sína á Skype eða einhverju og þá er oft erfitt þegar hún búin að segja blessa, það saknar fjölskyldu sinnar og
Hvað með veðurfarið og svona? Það æðislegt. Nei, menn að veðurfarið hér, er ekkert erfitt fyrir hana að venjast í? Nei, alltaf gott veður heim með okkur. Það alltaf 30 stig í. Nei, kona mín búin að ferða svo mikið heiminn og hún, eitt af því, sko, fyrir utan það að ég væri náttúrulega ekki það sem ég var að gera þetta ef ég hef ekki kynst þessari konu, sko. Hún búin að reynast mér alveg ótrúlega vel og eitthvað það besta sem komið fyrir mig. Hún búin að ferðast allan heim. Hún búin að vinna allan heim. Hún hefur svo mikla reynslu. Sem yfirmaður í bönkum, eða? Já, og ekki bara, og hún kom til dæmis, þegar að Santos var kosin forseti Kólumbíu, þá vann Adriana, kona mín, hún var að hugsa markaðsmál fyrir hann og hann sendi henni sérstakt þakkabréf það að hann hefði aldrei orðið forseti nema fyrir hennar tilstilli. Og hún frábær markaðsmannski og þekkir þennan bransa mjög vel. Þess vegna finnst mér svolítið skrítið að þegar hún kom heim til Íslands og var svona huga því að fara að vinna, hvað það var í raun og veru ekki nægilega vel tekið á mótinni. Hvernig þá? Ég held að þá kom þetta, ég held á þess að ég geri mig fulla grein fyrir því, einhver hræðislu ótti við það að fá okkur að manneskju sem hafði annars konar þekking. Já. Og ég get alveg sett það ef að hún fengi einhverja vinnu hér í bönkum, hún myndi setja það hvaða fyrirtæki sem hér á Íslandi á hærra level. Og betri stað? Já, algjörlega pott. En ástæðan fyrir að spyrja það svona mikið Kólumbíu mér svo gaman að því að þetta svona að því ég svo sammálaðir, því meira sem maður ferðast, því meira sér maður að maður getur ekkert mikið verið að hafa skoðanir á hlutunum fyrir maður kemur á staðinn, vegna þess að maður hefur yfirleitt alla sínar upplýsingar og einhvers konar sagnfræði sem maður lærði í skólum og síðan fjölmiðlum. Og þegar ég kem til Líbanon að þá auðvitað bara rosa mikið að venjulegu fólki í Líbanon og æðislegt líf og gaman, en eina sem við heyrum eitthvað stríð, sko. Já, og Ísrael og allt þetta, sko. Ég man þegar ég var staddur í London og fór á líbenskan, ekki líbenskan, veitingastað, og það var besti kjúklingur sem ég æminni fengið. Já, líbansku matur náttúrulega geggjað. Já, og ég man bara hvað maðurinn sem var þar að vinna, sem var frá Líbanon, hann var bara svo yndisl og góður og frábær. Maður á bara góða minningar með Líbanon og maður kynst hann við London. Ég get alveg tekið undir það því þú talar Kólumbíu að Líbanon eina landi í heiminum ég var nú farið til mjög margra þar sem að mér var gefið ókeypis í leigubíla oftar en einu sinni bara því að ég var ferðamaður, sko. Já, baldi í þessu. Það var gesturisnin, sko, en ástæðan fyrir að spyrja það svona mikið Kólumbíu þetta svona heimsluti sem mér finnst ég veit að lítið að því ég ekki komið þangað, sko, í Suður-Ameríku og það náttúrulega þú komin kannski, þú veist, hinum með við miðbaug og það bara annars konar kúltúr og þeir eru með annars konar ég tel mér svona vita nógu mikið eftir að hafa talað af fólk sem hefur búið þarna, þeir eru með allt annars konar viðhorf til alls konar hlutar, sko. Þeir eru mjög opnir, þeir elska að dansa og tjá sig. Akkurat, til dæmis. Já, þeir elska að dansa og tjá sig og hugsa það alltaf með svo verðt að sko menningarsiðirnir eru svo stórir og miklir og þeir eiga svo hæfileikar í fólki, ég myndi að segja svo bara hljónsveitir. Ég meina, Guð hjálpið, þeir eiga svo flotta músikanta að það algjörlega stórfenglegt að sjá þá spila sömbundnar og allt þetta og bara að gera þetta út á götum. Og svo þetta bara einhverju danshópar sem eru bara að dansa fyrir fólk, stúlkur og menn. Það er svo samkomist þess að? Já, þetta er æðislegt. Já, þetta er geggjað. Alltaf gott, þannig sé gott veður og svo bara fólk að tipsa þessa einstakninga. Það er engin ráður þessi Kólumbíu, skal ég segja. Nei. Og ég bara veltaði fyrir mig hvort að ég ætti ekki bara að fara niður í miðbæ og setja upp græðin og syngja. Og setja bara hattinn og að hvort að fólk vil ekki bara styrkja geira sinn. Nákvæmlega, akkur ekki. Það er nú eitt sem búin að vera í því. Mér langar einmitt svolítið að fá hann í viðtal, Jójó. Já, hann alveg frábær. Sem búin að vera þarna niður í Austurstrætinu öll þessi ár, sko. Já, ég meina áratugi, sko. Hann bara frábær og ekki bara frábær músikant og listamaður, sko. Og hann getur sagt þér ýmislegt sem er mjög áhugavert og skemmtilegt. Alltaf á sínum stað, sko. Hann var alltaf með puttan á púlsinum á túrismannum að því hann, sko, sá það á bara vísitölunni sinni, hvort að túrismin var á leiðinu upp eða niður, sko. Hversu mikið kom í kassam. Já, ég meina hann bara frábær. Og Jojo, ég veit ekki hvort kallar hann sér Jojo sannlega, Jojo, ég held það, sko. En hann frábær. Svo náttúrulega James Rodríguez frá Kólumbíu. Ég hef ekki búin að segja það.
James Rodríguez ekki og ég meina við erum að tala um hvað heitir sendirinn þetta Falcao ég var í Molli með konunni minni og dóttur og við vorum að kaupa versla í jólagjafir þá fer ég inn í búð hérna Dolce & Gabbana svo þegar ég kem inn og þá bara koma hérna verðir og loka hurðinni og ég segi svona grínu konan minn I'm so famous herðu, þá var Falcao að kaupa sér jakkaföt já, það svoleiðis já, og ég hittar og ég var mynd af okkur saman það skal vera gaman að senda þannig að við getum leitt fólk að sjá og þar hitt ég það var nefnilega rétt fyrir heimsmeistarakeppnina 2018 já og þannig þetta var jólin 2017 og ég hérna í Kólumbíu og hitti Falcao og þá var hann mynd að tala um hvað íslenska landsliði fótbolta væri öflugt og það er erfitt að mæta þeim einmitt, geggjað fyrir þá sem fylgist ekki með fótbolta Falcao var á löngu tímabili bara besti og þekktasti leikmaður Kólumbíu já, og svo líka þeir spila allir með hjartan algjörlega og ég var að, fyrir undakeppnina af því það var ekki alveg víst að þeir kæmust á HM þá var þeir að spila móti Perú og þeir urðu þeim dugði jafntefli þeir máttu ekki tapa leiknum og þegar leikunum var þá sást ekki ræða á göttunum nefnitt herðu, svo ekkert annað það maður að Perúmenn, þeir skora það held ég bara á 70. mínútu og það er bara dauða þögn það heyrist ekki neitt nema leikunum heldur áfram svo jafnaðir og ég hef sagt þér eitt það sem að kona mín á bjó í Bogota það trilltist allt, það fór allir út á götu og fagna, alveg brjálæðislega fagnaði svo allir inn aftur og voru að leiki, svo endaði bara 1-1 og þeir komast áfram Hefur verið, því þeir Suður-Ameríkumenn náttúrulega þekktir fyrir að vera fótbolta trilltir já, þeir eru það Hefur verið í Kólumbíu þegar HM í gangi eða? Nei, ég var hérna heima þá en það sem að mér fannst magnaði þessu að því að ég var vin úti sem er frá Argentínu og þegar það komi á daginn að Ísland ætti eftir að mæta Argentínu í undankeppninni eða sem sagt í riðlakeppninni þá fór hann að hlæja mér sagði, við myndum nú heldur betur að taka okkur 5-6-0 sem að hefði kannski geta gerst eitthvað tíma fyrir okkur árum en ég sagði við hann að það er því algjörlega útilokk og það er svona okkur það er eins og íslensku strákarnir eru svo skipulagðir algjörlega þeir munu ekkit gefa ykkur séns þeir munu elda ykkur uppi þeir hafa miklu betra þol miklu myndalegri, stærri og þeir munu það verður óvænt úrslit og hann sagði hvernig þetta fara ég held þetta að fara í jafntefli ég sagði það þú gerði það? já, þá hló hann náttúrulega ekki eftir leikinn nei og eins og allir vita Hefur farið á leiki í Kólumbíu? Nei, en ég farið á leiki í Madrid þegar kona mér bjó í Madrid þá fekk ég frí með allar Real Madrid leiki og ég sá stóra leiki ég að segja Real Madrid Barcelona Real Madrid Manchester United þegar Manchester United var Manchester United og svo fór ég og sá Real Madrid Bayern München og svo sá ég Real Madrid Galatasaray og þá Þú hefur verið fastagestur á Bernabéu ég var með passa ég komst á alla út af bankunum Santander þegar þeir eru styrktaraðili þannig ég var ég var með engastæði undir Santiago Bernabéu fór á Benson og lagði einhver kongur hvernig var þetta? Þetta var 2013, 14 og 15 Er Ronaldo komin í Madrid? Já, Ronaldo og flottasti fótboltaleikur síðan séð það var þegar Real Madrid tók á móti Barcelona og þeir töpun reynda leiknum 4-3 það var rosalegu leikur veistu það er eitthvað flottast fótboltaleikur síðan séð það var rosalegu leikur og veistu það og meira að það svolítið magnað þegar maður er á svona leikjum það er 80.000 manns eða 90.000 manns á leikvægnum 86.000 og það sem er svo magnað við þetta að þegar það er allir brjálæðar það er allir að hvetja sitt lið svo þegar það kemur hálfleikur þá er allir bara rosalega rólegir að borða nesti sitt þá er að koma með nesti heima og ég maður það var svona gömul kona gömul, hún var kannski kannski áttræð og hún var með fjölskyldinu sinni og hún var alveg brjáluð
pínu lítil og alltaf þessi og svo hún gasbrandi eitthvað spænskumar og allan tíman svo var hann bara með litlu börnur sem að gefa borða þannig að svo ekki ástríða þessu spænskumælandi heimi, þeir bera tilfinningarnar utan á sig já, þetta svolítið, þetta var skemmtilegt sko. Ég er gaman að sjá þetta og fólk að koma, þetta er gaman og það ekkert allir sem hafa endilega gaman að fótbolta, eins og bara stemningin að vera þarna hún mögnuð, hlusta á söngva og bara upplifa þetta Það kannski fyrst núna sem við sjáum í alvörunni hvernig það að vera með áhorfendalausa leiki, manni finnst þess sko, það meira mistökum og svona því menn þegar út með allt þetta fólk þá einhvern veginn einbeitingarlefileg herra og það bara öðruvísi sko. Já, bara það segir bara þannig að sérðu bara hvað lífið mikið svirði með fólki hvað þetta í raun og veru fótboltinn ekki nála til einn skemmtilegur núna eins og þegar þú ert með áhorfendur það vantar stemninguna já, þá kemur líka þannig í leikmenn að þeir svona gefa meira af sér meira að sína sig sko og þannig að þetta leikur verður skemmtilegur fyrir vikið ég held ég sammála því, en það fer að koma því að það fer að koma því við erum bjartsýnir menn já, auðvitað hvað er framundan hjá Geir Ólafs, þú ert nú góður í að taka einn dag í einu já, ég held að ég ætla að reyna bara að halda því áfram og reyna að vanda mig bara í því sem að mér bera, ég hugsa fjölskyldu mína eins og ég get og halda róminni, ég held að það sé aðalatrið halda rósinni, það er góða punktur bíða aðeins átækta fara eftir þeim sóttvarnareglum sem að vera að bíðja mennum að gera vera með grímu, vera með hanska og fyrir henni í búðir þar sem ekki að þetta halda 2 metra fjarlægum þvó sér vel hendurnar þegar maður kemur heim þvó sér hendurnar En í tónlistinni, er það semja? Já, ég að koma út með plöturlög sem með lögum eftir sjálfa mig og aðra reynda líka. Hvenær? Það nú eitthvað að koma út núna sem að ef að menn hafa áhuga að fara inn á Facebook síðuna mín að sjá heyra lagið sem ég sandi á félagi mínu Don Randi sem heitir There Was a Time. Þetta falleg ballega og eiginlega svona Broadway tengt. Okay. Það mjög gaman á því og svo að koma út annað lag eftir mig sem heitir When You're Alone sem á kannski bara á vel við og það svolítið magnað að þessi textur samt í lagi þá náttúrulega þegar ég samt í lagi þá samt ég ekkert með eitthvað hugmynda texta heldur bara samt í það þannig ger ég það, ég byrjir svona struktúru því ég bara sem lög og svo bara meðan á tíðan komið þá byrjir ég eitthvað sem kann að gera texta og þannig að svo þegar þetta að koma út á þessum tíma þá heiti When You're Alone það hugsa hvað eru margir í dag sem eru einmana og er þá textin eitthvað það? Eða? Nei, ekkert endilega sko okay. en þetta er svona ástæðtexti en fjallar svolítið það að hvernig það er að vera einn getur verið erfitt og þá ég myndi að hugsa á þessum tímum það sem að eru rosalega margir alveg pottitt einir 100% og það held ég sé mikilvægt að ef maður hittir fólk að koma vel fram með að láta því líða vel því að það eru mörgum sem líður illa og þola ekki það að verða fyrir ykkur svona óþægilegum uppákomum því að það eru mörgum sem líður illa það er bara þannig Sagður mér ekki einhvern veginn talandi þetta að því sumir sem upplifa kvíða og svona vilja bara einangra sig og vera einir en þú sagður einhvern veginn með við mannrétt að þú vildir helst ekki vera einn þegar þú værir að því þú er hræddur að fá kvíða þegar þú værir einn Jú, það það sem að ég áttur að segja sko, það sem að hefur nú kannski líka fylgt mér í þessu vandamálum með þennan kvíða að oft þegar ég á að fara að gera eitthvað þá þarf ég oft að vera með fólki sem ég treysti Já, einmitt Þannig ég stundum háður öðrum sko út af þessu og ég svona að reyna að vinna í því Maður manns gaman Já, og það vill ekki vera einn sko Það er alveg hárrétt Það er nefnilega málið sko en við þurfum að bara halda áfram og reyna að gera það sem við getum og vanda okkur og koma vel fram, er eitthvað meiri skilabóð að láta það vera lokaorð, koma vel fram við hvort annað og vera góð við hvort annað Jú, þetta er náttúrulega hlutur sem við heyrum nánast á hverju minnasta degi, svo þurfum við náttúrulega að bara reyna að framkvæma það eins og við getum ég því miður daginn þá
fór ég í búð og ég lendi því að það kemur bara venjuleg maður og hann lappar eða svona upp að mér eða nánast kissi mig á ennið og ég segi við hann að hann þurfa að átta sig á því að það er grímuskylda og menn er með hanska. Þetta var ástæðan fyrir því að við erum að gera þetta þegar við lendum í því að mæta svona eða eitthvað þá getum við smitað hvort annan. Svo þegar ég er í búðinu þá sé ég að það er engin annar í búðinni með grímu eða hanska. Þá var hann alveg brjálaður við mig við kassan það að ég hefði ekki talað við hina. Okay. Og þá fór ég að hugsa að ég sagði þetta bara við hann en svona var misskilningurinn að halda því fram að ég hefði verið að beina þessu til hans sérstaklega. Ég hefði gert það við hvern sem er, gert það við þig hvern sem er. En ég lærði þetta aldrei að þessu. Ég lærði að það sem ég lærði að þessu er það að maður að halda rósinni og bara, reyna að vanda sig að því að ég náttúrulega svolítið misti mig með ég var að segja hann um þetta að því að ég er hræddur við það að fá þessa veiru eins og svo margir aðrir. Þannig að það var ekki persónulegt sko. Þetta er líka bara einmitt og þetta er líka bara rosalega góð, allt þetta tímabil rosalega góð æfing í að setja sig í spor annarra því við erum kannski öll að koma frá mismunandi stöðum og bara einhvern veginn svona einmitt. Það er allir undir áhrifum að þessu en bara reyna reyna að vera skilningsríkur sko. Eins og hægt er þetta, ég held að það sinna bara grundvallaratriði og ef maður ætlar að hafa skoðunar okkur, verður það að minnst okkur til búin að kynna sér það. Láta það vera lókur. Ef við ætlum að hafa skoðun okkur, við erum búin að kynna okkur. Það er kannski svolítið mikilvægt sko. Gaman að fá einhver. Takk fyrir að bjóða mig. Takk fyrir. Takk fyrir mig. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru auðvitað þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta. Og mér langar að biðja ykkur, það væri rosa vel þegið að subscribe hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.